Já, nei, passa. Strákarnir okkar stjórna afslættinum á meðan þeir spila á HM. Vertu með og hafðu lykilinn kláran, OB og strákarnir okkar. Það gerir kannski eðlilegast að byrja að spyrja því núna 2 leikir á 2 dögum, mikið álag, eða rauninni einum sólarhring, mikið álag, koma allir heilir? Já, bara Guði sé lofa, þá koma allir nokkuð góður út í því og það eru alltaf einhverjir bústrar eitthvað annað en ekkert alvarlegt. Og það er leikur í gær á móti Túnis, hörku leikur, hvað fannst þér vanta upp á til þess að taka topp? Sko, ég held kannski að við getum þetta bara, einfalda svarið er bara, maður kannski hægt að nýta það sem við vorum að búa til, sérstaklega svona í restina og fengum góð tækifæri til þess. En hefðum við svolítið getað stoppað sérsta markið og svona, þetta er svona, þetta er bara einfalda atriði sem gera það að verkum, að það er náttúrulega að klára leikinn, komið með flotta kafla, komist í 85. Við skáttum við fyllt í eftir betur, já, ég held það, reyndar svolítið í 2 mínútum, en þú veist, það er svona, þegar þetta er svona jafn leikur, harður leikur, þá er þetta alltaf þessi litlu aldur sem er að úrslitum og það kannski var það fyrst og fremst, þetta verkefni tók mikið bæðist í. Rúnar Kárason skorar nú seint í leiknum en dómarinn segist vera búinn að flauta. Ég er ekki alveg sammálaður. Nei, ég held að það sé alveg rétt í veistinni, sko, svona, mín tilfinning var alveg svo saman þín, sko, en ég var svolítið svona eftir leiki bara nokkuð sáttur við dómarann, en svo þegar maður fyrir að kíkja, sko, þá er þetta dómar í restina sem að mér fannst svolítið svona skrýtnir, sko. Ekkert að vera að gera dómarinn með mig, sko, kostaði sinna á dómgjörsluðan. En svona eitt og eitt sem hefði kannski getið dottið þar áttur heldur en hann gerði. En, þú veist, svona er þetta. Er ekki svolítið skrítið eftir 3 leiki? Við erum með 1 stig, við erum væntanlega ekki sáttir við að vera bara með 1 stig. Skrítið að vera samt sko, með 1 stig en samt einhvern veginn sáttir við margt. Já, og við getum alveg farið í hina áttina, við getum alveg verið hundóana bara að vera með 1 stig og þetta viljum við meira. Við getum verið hundóana með að þetta og þetta hefur ekki gengið upp. En ég held að það sé bara vænlegast að taka fram það jákvæða og reyna að bæta það sem kannski miður fór og vinna í því og hvernig við gerum það áfram. Þetta er riðillinn cirka hálfnaður, það er rúmlega það, 2 leikir til viðbótar og ef við fyrir að hengja alltaf mikið haus eða vera að svekka okkur alltaf mikið á hlutunum, það hjálpar okkur ekki til næstu leik. Að læra þessu og halda áfram. Angulo á morgun, svona með það litla sem ég sé að þeim, getum við talað skyldusigur, var þetta? Já, sjálfsög getum við notað orðið skyldusigur. Þetta er kannski sem að menna að vera að líta á sem 2 punktar fyrirfram. En þetta verður sko ströggl og vesen ef við höldum þetta að koma sjálfur sér. Ef við erum að búa til einhvern óþarfi hausnum á okkur og eitthvað annað. Þetta er bara að vinna, takla þetta, gera þetta vel og þá tökum við þetta búin. Ég veit þú vilt kannski ekki segja mér voðalega mikið hvernig þú ætlar að stilla upp liðinu en eftir þessa 2 leiki á 2 dögum veikari andstæðingur klárlega ætlar að rótera mikið. Það er auðvitað mjög freistandi að gera einhverja massa breytingar og halda það allt fúkkari og ég treysti alltaf leikmönnum fyrir en það er heldur ekkert alltaf gott að fara allt í umturn öllu. Það er svona gæti bara valdið smá óvissu og kannski ekki hjálpað okkur. Plús það hugsalega þurfa að hugsa markatölu, heildar markatölu í mótinu. Sjá hvað setjar. Mennirnir sem eru ekki hérna, einhverja breytingar í vændum varðandi listan? Nei, ekkert fyrir því. Rétt í lokin, ég veit þú vilt líka ekki horfa of langt fram í tíman en þessi leikur á móti Makedóníu erum við ekki farin að sjá hann svolítið fyrir okkur sem reyna úrslitaleikum hvar og þá hvort við endum í 3. eða 4. sæti. Það gæti farið svo, jú. Ég meina, lógíkin segir okkur það að ef við viljum fá 4 stiga þá þurfum við að klára Makedóníu í síðasta leik. En við erum ennþá flestar í glysjunni, sko, 1 leik í einu, horfum á Angola og við höfum nægan tíma til að undirbúa fyrir Makedóníu. Þannig að það er allt í góðu með það.